Komið sæl, hér byrjum við á smá veðráttunakorti frá því klukkan 9 í morgun. Það sýnir snjódýft á öllu landinu og eins og við sjáum hér að þá sést að það er í raun og veru snjór víðast hvar á landinu, örfáir staðir það sem eru svona bleikir flekkir það sem að þýðir að sé flekkótt en það er ekki mikill munur á snjódýft á norður og vesturlandi allavega þannig að því hefur nú verið svolítið jafndreift éljaloftinu landið. En við sjáum á yfirlitskortinu að það eru lægðir hér allt í kring, það er ansi mikið að vera í veðri í Norður Evrópu til dæmis sem er afleiðing af þessum mikla lægðagangi hér til austurs og síðan suðausturs. Hæðirnar eru langt suður af landinu og hafa í raun og veru engin áhrif hjá okkur. Það er útlit fyrir að verði nokkur ríkjandi norðanátt á landinu næstu daga. Við sjáum að það er svona heldur meiri svona blásleikja hérna yfir norðanverðu landinu sem er það úrkomusvæði og éljaloftið en bjartviðri hérna sunnan til sem að þýðir þá aftur að það getur orðið fimbulfrost hérna sunnan og vestan til svona að næturlagi. Það er mjög mikið kalt loft í kringum okkur og ekki að sjá hlýja geira fyrir en mögulega hérna einhvern tímann alveg syðst á svæðinu. Þetta gæti kannski haft einhver áhrif í Skandinavíu og á Bretlandseyjum en litlar líkur á því að hafi áhrif hjá okkur. Það er norðaustanátt í kortunum fyrir morgundaginn. Þetta kort gildur klukkan 9 í fyrramálið. Það verður talsvert frost til dæmis hérna á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið en minna frost yst til dæmis á Reykjanesi. Í Garði og Sandgerði gæti alveg orðið bara 0 stig en það verður heldur hægari vindur hér og líklega meira frost. Það má líka sjá að sjórinn hefur áhrif hér með suðaustu ströndinni þar sem að hlánar en á norðanverðu landinu er útlit fyrir einhvers konar éljalofti eða smá snjómugguð bæði hérna inn til landsins norðan Vatnajökuls svo við Húnaflóa og líklega við Tröllaskaga líka. Það er svo sem ekki mikil breyting á veðrinu síðan til annars kvölds. Það er kannski þessi strengir sem eru hérna ennþá við Austfjörðina verða komnir aðeins lengra austur, hægir á vindi hérna svona inn til landsins. Það er bjartviðri áfram á sunnanverðu landinu og talsvert frost og er farið að kólna enn frekar líka á norðanverðu landinu. Á miðvikudag þá er nú mjög svipað veður í kortunum eins og þið sjáið. Það er þessi svona norðanátt 8 til 15 metrar á sekúndu, líklega hvassast á miðunum og jafnvel kannski aðeins hvassara hérna úti fyrir austanverðu landinu, bjartviðri á sunnanverðu landinu og talsvert frost eins og ég segi, en kalt líka fyrir norðan og þar er eitthvert viðvarandi éljaloft. Á fimmtudag þá er nú útlit fyrir að vaxi svolítið vindurinn á norðanverðu landinu, gæti orðið svona kannski 18 metrar á sekúndu inn á landi. Það er náttúrulega gæti líka bætt í ofankomu og þá er komin svolítið mikill skafrenningur. Þeir sem ætla að vera eitthvað á ferð á fimmtudaginn ættu kannski að hafa varan á, fylgjast vel með veðri og viðvörunum mögulega og geta þá aðlaga sig að því. Það er bjartviðri þarna á sunnanverðu landinu en svolítill strekkingur af norðri þar líka. Þá bregðum við okkur aðeins til meginlandsins og sjáum að það er mikið að vera eins og segi á Bretlandseyjum og líka í Suður Skandinavíu. Það er víðast hvar snjókoma á þeim slóðum og mjög víða varað við hita eða kulda má segja. Það er hins vegar svolítið skára veðri hér í mið-Evrópu en það er þó varað við þrumuveðri við Miðjarðarhafið. Eftir því sem að sunnar dregur þá svona bætir alltaf smám saman í vind smám saman í hita en það er hins vegar ekki gert ráð fyrir að hiti nái 20 gráðum hvorki á Spáni né Tenerife. Ef við förum aðeins til Bandaríkjanna sjáum við að þar er útlit fyrir úrkomu með allri austurströndinni en eftir því sem að vestar dregur þá þóttnar loftið og meiri líkur á sól. En það er svona ríkjandi norðanátt í kortunum hjá okkur, éljaloft fyrir norðan og bjartviðri en kalt hér sunnan til. Verið sæl.